1. desember. Það komin desember. Í jólasveinahellinum eru allir orðnir spenntir að taka á móti jólunum og sumir farnir að pakka niður í pókann sinn til að undirbúa ferðalag til byggða. Í hellinum búa Grýla, Leppalúði, jólasveinarnir og systur þeirra. Við þekkjum vel bræðurna 13 sem koma til byggða 12. til 24. desember, en það sem færri vita er að þeir eiga fleiri bræður. Jólasveinarnir eru nefnilega fjölmargir, en aðeins 13 þeirra fá að fara til byggða. Hinir þurfa að hanga upp í fjalli allt árið. Grýla ákvað þetta fyrir löngu síðan og eins og allir vita að þá er eins gott að hlýða því sem Grýla segir. Einn af þessum minna þekktu jólasveinum heitir Lummusníkir. Lummusníkir er frekar leiður yfir því að fá ekki að fara til byggða og hitta börnin, en hann veit líka að það er ekki margir að baka lummur í dag og því hann líklega frekar svangur ef hann færi til byggða. Jólasveinahellirinn er í hlíð ofan við þjóðveginn og sést vegurinn frá hellinum. Lummusníkir leikur sér oft með tröllastelpunni Jóru sem býr í næsta helli. Þau eru bestu vinir. Lummusníkir, Jóra og Gettlifur, litla systir hennar, fóru einu sinni niður á þjóðveginum og vildu komast yfir veginn því þar voru skemmtilegir klettar að klifra í. Þau gengu niður hlíðina og að veginum og Lummusníkir ætlaði að ganga yfir veginn, en Jóra setti höndina framfyrir hann svo Lummusníkir snar stoppaði. Hvað? Spurði Lummusníkir. Jóra svaraði. Veist ekki hvað maður þarf að gera áður maður fer yfir götu? Meira segja Gettlifur veita og hún er pínu lítil. Svo hvíslaði Gettlifur að honum hvað hann átti að gera og eftir það gengu þau örugg yfir veginn. Svo klifruðu þau í klettunum fram að kvöldmatt og fóru glöð að sofa kvöldið. Hverju ætli Gettlifur hafi hvíslað að Lummusníki?